Góðan daginn og velkomin í þátt númer 95 hér á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Nú í dag er mánudagurinn 31. ágúst 2020. Ég var búin að taka upp þátt 20. ágúst en hann fór aldrei inn í tölvuna og það þar að leiðandi ekki inn á YouTube. Bara búið að vera brjálað að gera. Og líka af því að það er búið að vera brjálað að gera í öðru og þá er ég ekki búin að vera stöðulega að prjóna og ég er vön. En ég er samt með eitthvað og ég ætla að sýna ykkur það og í dag ætla ég að fara yfir klár, verkivinnslu, hvað er á döfinni og alla dýrðina sem datt í pokan hjá mér. Ég er búin að vera rosa duglega að versla en ekki duglega að prjóna. En það má líka stundum. Ég skuli segja ég bara hafi gert mína eigin garðgöngu á netinu. Þannig að skál fyrir því. Í þennan fallega brjóstabolla sem ég fekk frá ungri konu sem er í endurhæfingu hjá Ljósinu. Sem er svona heldur utan fólk í krabbameinsmeðferð. Hún greindist með krabbamein í brjósti og svona hennar listaverk í dag eru innblásin af því. Og ég með mitt bollablæti og sem aðstandandi krabbameinsveikra vina og ættingja er ljúft og skylt að styðja við þetta. Með rótsterku kaffi. Nú er þá eftir nokkru að bíða en að vinda okkur í fyrsta klárið sem ég sit í og ég er búin að vera nánast í henni síðan að hún þornaði. En þetta er kusk eftir hana Eddu í Garðbúð Eddu og nú er ég svo afkáraleg af því að ég nefndi ekki farin í vinnuherbergi takk til þannig ég sit hérna á stofugólfinu. En þetta sést hérna, það er búið að vera svaka samprjón á Facebook í viðburði á vegum Eddu. Þar sem við erum allar að gera þessa guðdómlega fallegu, léttu og hlýju peysu. Og það sem að mjög svo truflaði hana er frágangurinn á garninu. Og mér fannst þetta svo geggjað að í uppskriftinni átti maður ekkert að gera þetta. En ég gerði þetta. Maður átti að gera svona fastan fléttu innan frá en mér fannst þetta svo smart að ég lét þetta bara halda áfram niður og ég með svona kvartsít á ermunum hefði undir venjulegum kringumstæðum haft þar alveg í fullri lengd en það var ekki sentimeter eftir á móherinu þannig að ég bara þetta bara virkar fínt svona og þetta hvort tveggja keypti ég hjá Eddu, þetta er móher frá Today I Feel. Man ekki alveg hvað liturinn heitir. Hann er allavega eitthvað svona geggjaður. Og svo er Wolf Collection Singles Cottage Merino. Er hinn. Koi held ég hann heiti. Og það fóru 160 grömm af Wolf garninu og 50 grömm af móherinu. Og ég gerði medium stærðina. Afsakið að þið heyri eitthvað ískur inn á en þurrkarinn minn er aðeins alveg að vera búin að þurrka. Ég heyri alltaf að byrja svona ískri í honum. Pókar og stelpur. Jæja, og næsta klár er ekki alveg í takt við vírusinn en ég var búin með vírusinn á undan heiminum. Þetta er COVID-teppið mitt sem ég byrjaði á þegar að COVID-19 skall hér á Íslandi og þetta er starflankett eftir hann Stephen West. Nú stend ég upp aftur afkárlega. Og ég dreif mig að klára þegar seinni bylgjan fór að láta á sig kræla hérna á landinu. Og þetta er búið að vera álíka mikið nota á peysan af því það er bara geðveikt að sitja undir þessu
Þetta er DK grófleiki af garni. Sem sagt svona, það er svona 220 metrar í 100 dokkunum af það flokkast sem DK. Og þetta er bara alls konar. Og ég bókstaflega stakk bara hendina ofan í tösku og náði mér í hespu og prjónaði úr henni. Þetta var náttúrulega alveg snar geggjað að gera, eins og flest allt eftir hann Stephen. Og maður þurfti orðið annarkvort marga prjóna þegar maður var komin hérna í bríósið eða svona samsetta prjóna sem að ég endaði á að gera. Var mér 3 metist langar snúrur og svo prjónan á sikkur endanum og þetta hafðist og bara, já, ég elska að sitja undir þessu og núna þegar sérstaklega eins og þetta búið að vera síðustu kvöld, svona hráslælegt og ekki, ég bara elska að sitja undir þessu og mæla alveg heiklust með þessu, hvort sem þeim fari bara í einhverja hreina litapallettu eða bara nýta afgangana af grófara garninu ykkar eða tvöföldu svona fingering grófleika líka. Það er sniðugt að nota ef þið orðið fullt af einhverju svoleiðis sem þið veit ekki hvað þið að gera við. Við erum örfá sem eigum við það vandamál að stríða, veit ekki hvað við erum að gera við garninu okkar. En ég er alveg sjúklega ánægð með þetta. Og ég er ekkert hissa að ég sé ánægð með þetta því ég elska sjalið. Starfleik, það er uppáhalds sjalið mitt. Ég bara elska hvernig það liggur á manni. Já, alveg svona nokkur uppáhalds, en það er alveg svona uppáhalds. Nú, svo hélt ég að ég yrði búin með öll settin á tvíburana og teppið þeirra, en svo þegar ég búið með annað teppið og byrja á þess að hinu þá sé ég það að ég hef gert, af því ég er ekki vanur heklari, þá gerði ég mistök sem að er ekki hægt að laga nema bara byrja upp á nýtt og ég geri það, ég læt ekki frá mér það sem ég er að gefa ef það er eitthvað off í því. Og fyrst var ég náttúrulega bara staðráðin í að öskustirna væri villsar en ég vissi að það gat ekkert verið því ég er ekki það klár í að hekla að ég geti ákveðið það fyrir hönnuðin. Þannig að ég rýndi bara betur í þetta til ég fattaði bullið í mér. En ég sérst átti að setja tölur í ljúflingapeysuna 2 sem að við hugsum okkur þannig að það geti notað þetta strax frá fæðingu, prjónaðar á prjónastærð minna en gefur upp í bókinni og sérst er með 0-3 mánaða og síðan eru 2 brækur og þá eftir að þvo þetta allt saman. Snúrurnar í gerði mér fannst leist ekki á að þetta myndi hanga upp en þær. Þannig ég bjó til gött til þess að þræða snúru í og svo eru allt svona undið og upp á þetta þegar þetta er að þvo þetta. Svo svona peysur 2 og ég átti að setja tölurnar. Ég held þetta setti þetta gleymi ei. Og síðan notaði ég húfuauskrift sem var ekki í pakkanum. Ég notaði auskrift frá Hlína Design. Ábyrgt örvas en setti í staðinn munstri sem á að vera í auskristinni. Þar þá setti ég túlípanana úr peysunni þarna í. Og það eru 2 svona litlar. Og svo eins og ég marga og sýndi ykkur 2 uglupokar. Og já, ég er að þráast við að ég ætla að þvo þetta allt saman, þetta er tilbúið. Ég er búin að setja tölurnar í alla peysurnar og búið með bæði teppin. Ég byrjuði semst upp á nýtt á öðru teppinu og svo þá, ég ætla ekkert að rekja hitt upp, ég ætla bara að hekla upp úr því. Ég ætla ekkert að fara að gera meiri vinnu úr þessu en komið nú þegar.
Og svo þegar ég er búin með þetta, þá þá sem sagt á ég eftir að gera eitt sett á einburan og eitt teppi þar og húfu á Hilmi og þá ætla ég að setja pínu stopp á barnaprjón í bili. Já, say no more. En Hilmir pantaði húfu, við vorum búin að finna, Anna var, dóttir mín, mamman var með ákveði í huga, fundum ekki uppskriftina, þannig að við ákváðum bara aðra uppskrift og fundum annað gagn. Svo allt í einu gærkvöldi þá dúkkaði uppskriftin upp. Það má bara keypta hana og skullar í eina húfu fyrir stubbinn. Það er að nota Big Merino frá Drops í hana eins og ég nota í auglpokana, þannig að hún verður fljót prjónuð. Og já, þannig að þetta er það sem ég er að vinna mest í. Painting Brick sjalið eftir Stephen West, ég man ekki einu svona hvar það er, það mikið alltaf búið að vera haus hérna, en ég held ég sé ósköp lítið búin að gera í því síðan ég tók upp síðast, en það kemur þá bara í ljós næst, en staðan er á því. Og svo er annað verkjavinnslu sem ég er að gera, en ég er að pröfu og sýnishorna prjóna fyrir Stephen úr næsta leyniprjóni hjá honum og Mystery Call sem að verður núna í haust, og þar má ég náttúrulega alls ekki sýna ykkur neitt eða segja ykkur neitt það annað en að ég er heilluð. Punktur. Bæði af útlitinu, litunum og garninu. Þetta bara allt er bara já, geggjað. Hlakka ógeðslega mikið til þess að sýna ykkur það. Það er bara svolítið langt síðan ég hef verið svona spennt yfir einhverju, af því ég er ekkert rosa mikið fyrir að gera eitthvað sem ég hef ekki séð. Reyndar finnst mér það ekkert mál þegar ég er að pröfuprjóna eða sýnishornaprjóna eða eitthvað svoleiðis, og þetta er stykki sem að ég held eftir svo sjálf, þannig að en ég var eitthvað svo ferlega tilbúin í að kýla á þetta, því að það er búið að vera brjálega að gera. Mér finnst ég ekki vera búin að komast að með prjónan, ég er búin að drepast í höndunum og kemst ekki aðgerðin að vinna næsta ár úr fyrst að þetta blessa COVID kom, eða aðgerðirnar, en þannig að mér vantaði eitthvað svona til þess að verða spennt yfir, og ég er mjög spennt. To say the least. En þeir sem hafi ekki áhuga á að sjá hvernig handóður kaupgarðsfíkill hegða sér á netinu, þá er þetta bara búið hjá ykkur, nema að þið viljið heyra eitthvað hvað ég er búin að vera að bauka undanfarið, en við skulum bara byrja veisluna. Fyrst er það, hún Edda, ég gat búið Eddu, hún gjörsamlega tók mig í nefið þarna, sjáuð mig, ég er meira að segja í kuskpeysunni, og með fína gráhvíta hárið, lógói sokkasnákar Helgu og eitthvað brjálaga sokkasnákur og prjónarnir, svona sér hún mig. Og mér finnst þetta bara geðbilla. Elskar þessu tösku. Leyniprjónið býr í þessu, en ég náttúrulega ekki með það, rétt að ég er að sýna ykkur þessa dásend, og það kemst alveg bara plenty í þetta. Þetta er stærri típan. Mæli innilega með. Hún er náttúrulega ekkert að gera einhverja sérpantanir, en ég sagði, ef hún er innblásin, og ég bara, hún var ekki búin með hana, ég sagði bara já takk. Kaup hana. Alveg bara, ég elska hana. Hún er svona, húmorinn hennar er bara svo geggjað. Ég bara, já, hún er ótrúlega hugmyndarík.
Síðan það Pride 2020, litirnir frá henni Kristínu í Vatnsnes og verandi Pride mamma. Og þá reyni ég alltaf að kaupa mér svona. Og þetta úr nýja bublugarninu frá henni Kristínu, sem 90% merunaull og 10% nælon. Og þetta gefið upp, það sérst 400 metra í 100 grammunum og þetta gefið upp á nálastærð 2 til 8. Og til 8 af því að það eru brjálæðar bublur í þessu. Ég ætla bara að gera eitthvað svona klassíska peysu, þú veist, þar sem að gatnamenn bara algjörlega njóta sín. Ég hugsa að ég prjónda á svona 4,5 kannski. Og þetta sérst Pride liturinn. Svo gerði hún nokkra aðra liti en ég bara stóðst þetta ekki. Ég ætla bara að gera eitthvað gæðt kósí hérna peysu án úr þessu. Og það eru bara allir litir regnbogans hérna í þessu. Alls konar, þú veist, ákefð. Þannig að ég bara, eina ástæðan fyrir að ég vil fara að drífa þetta babyprjóna svo að peysublæti mitt sem að ekkert lát á, geti haldið áfram að vaxa og dafna. Síðan hérna átti ég eina hespu af haustlaufi frá henni Ingu Rós frá Héraði og fékk mér bara aðra og móður með til þess að gera annarkvort aðra kusk eða svo var önnur svona líka á rafverðli sem var svona röndótt en með laska og stutterma, það var svona meiri sumar. En ég veit ekki. Ég get ekki ákveðið mig alveg strax fyrir eftir hvernig ég kemst í þetta að gera þetta. Svo ég náttúrulega með nokkrar í vinnslu. Ég með allavega 3 peysur í vinnslu. Það ekki svo nægið. Það sjá. Hvað segir? Það sjá. Töluna hérna. Ég með Felix jakkapeysuna. Ég með Alhó peysu sem ég veit ekkert hvort ég held eitthvað áfram með. Svo ég með eina svarta sem ég voru spennt yfir. Og svo ég alveg bara með hausinn fullan af öllu þessu sem hefur nýlega verið að koma inn á netið af peysum. Hérna eitt klár sem ég glemdi að sýna ykkur. Það loksins klára ég að spinna þessi litur heitir Nougat. Þetta jólaull sem ég fekk mér fyrir jólunni fyrra að byrja að spinna í janúar og svo keypti ég mér íbúð og bara nýbyrjað að spinna aftur og ég bara var búin að gleyma hvað gerði mér gott. Setja góða sögu í gang og spinna því ég get ekki verið að horfa á þegar ég að spinna sérst á sjónvarpsefni. Ég þarf að vera að horfa á rokkinn, þannig að þá gegn ég að hlusta sögu og spinna. Mér langar rosalega að nota þetta með einhverjum lit í gaddgönguhúfuna í ár. Svo fékk ég hérna svona fallega sendingu frá einni ljúfri sem bara sá mig fyrir sér þegar hún sá þetta leika og English Rose heitir það frá West Yorkshire Spinners til í Gabb og Eddu. Og ég sjálfsögum mun gera mér sokka úr þessu. Sokkaprjónavélinni. Svo Gil Hægi auglýsti hjá sér sem svona ullarvinnsla. Auglýsti hjá sér svona sýnishorna pakka og það garn úr lömbunum, af ullina af lömbunum og hérna
ærunum, Jesús, ær, nýulla norðan og lamb, nýulla norðan. Og þetta náttúrulega ekkert af þessu litað, þetta bara náttúrulega liturinn. Þetta 2 þráða og segir svona létt DK, þessi 130 metrar í 50 grammunum. Og þetta worsted, þá 90 metrar í 50 grammunum. Og þessi líka svarti, 80 metrar í 50 grammunum. Og grái 90 metrar í 50 grammunum. Ég hugsa ger mér einhverja vettlinga eða eitthvað svo les úr þessu. Vettlinga og röndóttu vettlinga og röndóttu húu. Bara leyfa svo öll að vera saman í einu. Það ótrúlega samt lítil ullarlegt með að ég finna alveg að ennþá svona lanolíum í þessu. En ég mjög spennt að prófa þetta og þetta var í rauninni alls dýrt. Þetta sérst gilshagi.is. Nei, gilhagi.is. Ef þið viljið kíkja þetta. Nú svo var ég að panta mér með vantaði þarna 3 mm Tiago prjón til þess að í setti mitt. Það bara 2,75 og svo 3,25 í settinu. Þannig að Dr. Daiwork sem það og ég pantaði sérst prjónin og snúrur og til þess að fylla upp í umslagið þá fékk ég mér 2 pakka af mini-hespum. Mini-þrennur það sérst 320 grömm og hver 20 grömm 85 metrar. Þannig þetta drjúgt í eitthvað. Ég sérst byrja að safna á milljón aftur svona dóti. Síðan fékk ég hérna ofsalega fallegt sett sem að mig langar annarkvort að gera einhverja létta fallega peysu eða sjal. Þetta Queen Fiber Yak Single. Þetta hérna. Það meira að þvælast hérna. Og þá jakkið svona grátt, þannig að þá verður pínu svona muskaður liturinn. Það 65% súpahús merino, 20% silki og 15% jakk. Og það 480 metrar og 120 grömm í hvori hespu, þannig að þetta 240 grömm. Og síðan það Redstack Fiber og það 75% súpahús merino og 25% nylon og liturinn heitir Cobblestone. Ofsalega fallega grár, rosalega mikið hreyfing í honum. Og svo Undercover Otter og þetta svona one-off. Svona burnt orange, eins og kalla það á útlenskunni. Love. Svo það síðasta. Það hérna mal, handlitagarn, íslenskt, mal á Facebook. Ég búin að vera að sjá hana dúkka upp hjá mér á og til. Og svo í þessum vonbrigðum mínum að geta ekki prjónað eins og MF, Mother FR, þá fékk ég mér bara heilt sett. Það reyndar alveg svakalega gott verð á þessu hjá henni. Og mjög snögg þjónustan af því hún átti þetta til á lager. Og hérna þetta svona feit hjá henni. Og það sérst 80% súpahús merino og 20% nælon í þessu öllu. Og þessi ljósasti heitir Perla.
og næsti heitir Maríulykill. Já, þetta er 365 metrar í 100 grömmunum. Og þriðji er Fjalldalafífill. Mýri er þessi fjórði. Og Eyrarós, þessi 5. Og já, þetta langar mig líka til að verða eitthvað ofallegt. Svo er ég alveg með, þú veist, ég þyrfti ekki að fara út í gaddbúð næstu árin, en við veitum alveg hvernig það er. Ég fer pottet út í gaddbúð fljótlega. Ég þarf í það minnsta að fara og ná mér í gaddn í húan hans heima því að ég á ekki litin sem amman vill. En þannig að þetta er nú það sem er búið að vera í gangi hjá mér handavinnulega séð. Það er alltaf að dundrast í gegn einn og einn snákur fyrir aðra. Ég ákvað að setja stopp á sjálfa mig því að ég þarf nú í fyrsta lagi að koma mér í að setja hælstróf og tá í allt þetta sem ég er búin að gera snáka úr fyrir mig. Við ætlum að fara í frí núna mánaðamóti næstu og þá tek ég sennilega bara það með mér, eitthvað bara svona mjög heilalaust og get þá kannski gert nokkur pör þá daga. Og síðan næst ef við hittumst, ef að allt verður ennþá í kyrrum kjörum í tvíburaheiminum, þá sýni ég ykkur teppin. En mér langar samt rosalega bara leið að vera tilbúin, ég er búin að þvo allt og gera allt klárt að fara bara með þetta. Því ég veit að mamman er á milljónir hreiðurgerð og hún hefur orðið lítið úthald, þannig að það er bara, þarf að fara að koma að þessu svo hún átti sig á hvað hún á og hvað vantar og allt það. Og hún veit alveg af þessu og þá bara ef að maður er ekki með þetta fyrir fram að segja þá er það einhvern veginn ekki til. Þannig að í það minnsta þá setja ég bara inn myndir. Nú, svo er ég vissum að það sé komið 1 ef ekki 2 skjöl sem ég pröfuprjónaði fyrir Stíven í vor og í sumar sem að ég má sýna ykkur. Þá bara þarf ég að finna mynd af þeim og kanna það almennilega og smella þeim svo annarkvort ég er inn eða í næsta vídeói og sennilega frekar í næsta þá get ég tala líka aðeins það. Annars eru við hjónin bara búin að vera út í bílskúr. Það er einfaldast að segja það. Við sem sagt mokuðum upp gólfinu niður í orginal steipuna, flotuðum allt saman upp á nýtt og ég er alveg að vera búin að flísaleggja skúrinn og búin að fúa rúmlega helminginn, en við getum ekki alveg klára fyrir en að nýja bílskúrshurðin verður komin í svo við áttum okkur á hvað flísarnir eiga að fara langt og að því að hann er svo ramskakkur þessi skúr að það er alveg, þetta er búið að fara hræðilega illa með millimetrin í mér sko. Þannig en það er á dagskrá að klára skúrinn núna í vikunni. Sérst að klára að setja upp hurðina, klára að flísaleggja og fúa. Það er búið að þrífa allt drasliðan inni, við höfum eftir að sortera reyndar og ykkur nokkrum kössum. Koma dótum fyrir. Síðan bara ætla ég ekki að koma út í hennar bílskur í 4 vikur. Já, allavega ekki til þess að gera mér þetta viti, sko. Það eina sem stendur eftir af þessum skúr þegar við verðum búin með hann eru útveggirnir. Og það er verið búið að mála þá svo sem að innan og utan og laga múrskemmdir og svona. Þannig að hann er, ef við þurfum að fara í sóttkví í einangrun, annarkost okkar, þá fer bara viðkomandi út í skúr. Það er bara alveg að vera jafn fínt þarna úti eins og hérna inni. Þannig að við erum búin að já, eða miklum tíma hérna saman úti og útrúlega gaman í rauninni að bardúsa við þetta, en þetta tekur alveg sinn toll og tekur frá manni tíma sem maður er að nota í annað og það þarf þá bara að sitja á hakanum og meðan það er. Já,
maður er búinn að náttúrulega aðeins að knúsast í krílunum og heyri börnunum sínum. Við hjálpaðum yngstu dóttur okkar og kærastunni hennar að flytja síðustu helgi, eða þar síðustu. Eða fyrir viku, rúmari viku. Man ekki alveg neitt. Þær voru að flytja nýja voða fallega íbúð í Skektuvoginum. Búin að hreiðra þær þar. Og þannig að það var svona pása frá okkar stúsi að fara í það. Og bara gekk ótrúlega vel. Mamma og pabbi Steinunar voru líka þarna og fleiri vinnir og fjölskylda að hjálpast að, þannig að þetta var búið á hádegi að mestu. Já, annars er bara alltaf að fara í rútínu sem betur fer. Og bara eiginlega ekkert meira það að segja, sko. Ég svona einhvern veginn fyrst ég að vera voða mikið út allt. En það var að því ég bara ákvað að fleygja mér inn á gólfið og koma þessu frá mér. Af því að þetta var að fara að pirra mig svolítið að koma sér ekki frá mér. Þannig að ég er þá allavega búin að því núna og get þá gengið frá öllu þessu nýja dóti og fallega gagni og byrja að safna í næsta þátt. Vonandi að fleiri klárum verkefnum og nýjum uppfittum eða vinna í eldri verkefnum og svona. En ég hugsa nú að ég leyfi mér alveg að fytja upp á einhverju peysu eða eitthvað svona djúsi vetrapeysu. Held að. Hljómar það ekki vel. En þessi hundþreytta kelling hérna upp á Akranesi þakka bara kærlega fyrir sig í dag og óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnuvikna. Ég vona að það verði ekki 5, en kannski 2-3. En þangað til næst, þá segi ég bara takk fyrir og bless bless.